Þá skulum við kanna það hvernig við getum fundið miðgildi í bilskiptri tíðnitöflu. Við erum með þessa sömu töflu eins og við byggum til fyrir meðaltalið og við ætlum að bæta hérna aðeins við hana. Ég ætlum að taka þetta meðaltal hérna og færa það örlítið til hliðar. Og það er hægt að fara hérna á brúnina og grípa og draga til hliðar. Þegar ég þarf að bæta við einum dálki til viðbótar. Það fyrsta sem við þurfum að gera er að reyna að finna út úr því í hvaða bili er miðgildið. Og það sem við þurfum að gera er að reikna fyrst út ákveðna lykiltölu. Við vitum til dæmis hérna eru 12 mælingar. Og ef við tökum 12 mælingar og skiptum þeim í 2 jafna hluta þá fáum við 6 mælingar og 6 mælingar. Þannig að fyrst að þetta er sléttur fjöldi af mælingum, þá er engin ein mæling akkurat í miðjunni. Og það sem við gerum þá er að við hugsum okkur það ef við myndum númera allar mælingarnar, ég bara myndi raða þeim upp og númera þær, þá hugsum við þetta þannig að fyrst erum við með mælingar númer 1, 2, 3, 4, 5 og 6 og svo 7, 8, 9, 10, 11, 12. Þannig að miðgildið ætti þá að vera á milli 6 og 7 og þar leiðandi ætti það eiginlega að vera númer 6,5 og þar er nú það sem við byrjum að reikna raðnúmer miðgildisins númer miðgildis ok, byrjum að reikna út þá stærð raðnúmer miðgildisins er stærðin sem við fáum ef við tökum heildarfjölda mælinga, bætum einum við og margföldum með hálfu. Þetta er sem sagt, gerum jafnt og, skrifum 0,5 sinnum, stjarnan til að gera sinnum, svo opnum við sviga, smellum á heildarfjöldan hérna, summuna úr F-tálkinum, pluss 1. Lokum sviga og ítum á enter. Þá fáum við þessu tölu. Það getur verið ágætt, þó að þetta liggir svolítið kannski augum uppi með akkurat þetta dæmi, það getur verið gott að hafa formúluna fyrir seinni dæmi þar sem þetta er kannski ekki alveg svona, liggur ekki alveg svona í augum uppi. Ok, þannig að raðnúmer miðgildisins er 6,5. Þannig að við ætlum að finna hvar liggur mæling númer 6,5. Til þess að finna bilið þar sem að sú mæling liggur, þá notum við safntíðni. Safn F. Ok. Safntíðnin, ef við rifjum upp hvernig hún er reiknuð, það er jafnt og sum, opna sviga, svo smellum við á tíðnina sem er hérna í F-dálkinum, hérna B-dálkur undir F hérna. Og smellum á það og svo gerum við tvípunkt, þá stingur Excel strax upp á sama reit aftur og við munum það að við ætlum að festa fyrri reitin, þannig að við gerum dollaramerki fyrir framan 13 hérna. Svo lokum við sviganum og ítum á enter. Eðlilegt er að fyrsta gildið í safntíðninni sé það sama eins og í tíðninni, þannig á það að vera. En ef við drögum þetta niður, ég ætla að gera hérna fill without formatting, þá sjáum við að þannig hækkar þetta smám saman, fáum alltaf stighækkandi summu. Okay. Síðan er trix í hjá okkur, það sem við ætlum að skoða er í hvaða bili fáum við safntíðni sem er stærri heldur en raðnúmer miðgildisins. Þannig að við förum að skoðum þessar tölur og við leitum að fyrstu tölunni sem er stærri heldur en þetta raðnúmer. Þannig að við erum hérna með 2 mælingar, bætum við næsta bili, það er komið 30 viðbótar og þar er komið 5 mælingar. Það er ekki nóg. Við bætum við 5 mælingum viðbót og þá erum við komin upp í 10. Það þýðir að mæling númer 6,5, hún er einhvers staðar inn á þessu bili. Þannig að við getum sagt hérna, miðgildið er í þessu bili. Hérna. Ok.
Mér finnst gott jafnvel að merkja þetta með einhverjum lit. Okay. Miðgildið er í þessu bili. Vegna þess að þetta er fyrsta bilið sem að hefur safntíðni sem er stærri en raðnúmerið. Okay. Næst ætlum við að fara að stilla upp í formúlu sem er sem sagt þannig, sem ég vil skrifa hana hérna upp bara, insert, og ég ætla að setja hérna bara equation, og ég ætla að skrifa hérna bara miðgildi er jafnt og L plus K deilt með F sem sé. Þetta er formúlan okkar sem við ætlum að fylla inn í. Þið þurfum ekkert endilega að setja þetta inn í glósurnar ykkar, en það er gott að vita hvernig það lítur út, en þessi formúla finnst líka inn í glærunum. Og nú ætla ég að búa til hérna lista þar sem við finnum þessi gildi, og ég ætla að setja líka merkingar hvað þýðir hvert og eitt. Þannig ég ætla að setja hérna L, K, F og C. Hérna í reytina við hliðina ætla ég að skrifa hvað tala kemur, hvað gildi er í hverju breytu, en fyrst ætla ég að útskýra hvað bókstafirnir tákna. L-ið táknar sem sagt neðri mörk bilsins sem miðgildi lendir á. Okay. Og núna þurfum við svolítið að passa okkur. Þegar við notum hérna neðri mörk og efri mörk, þá tókum við bara tölurnar sem voru hér. Málið er að ef við erum með tölu eins og til dæmis 20,7 í gagnasafninu okkar. 20,7 er á milli 20 og 21. En af því að hún er nær 21, þá myndi hún teljast inn í þetta litaða bil. Ef að í gagnasafninu væri talan til dæmis 20,2, þá myndi hún raðast inn í næsta bil á undan, vegna þess að 20,2 er nær 20 en 21. Þannig að þegar við finnum þetta L, raunverulega neðri mörk á bilinu sem miðgildi lendir á, þá erum við að nota töluna sem er mitt á milli 20 og 21. Þannig að við myndum skrifa hérna raun og veru bara 20,5. Þetta er vegna þess að við ætlum að nota töluna sem er það sem markar raunveruleg neðri mörk á bilinu. Hérna þurfum við reyndar kannski að vita aðeins hvernig, hvort þetta eru strjálar eða samfelld, hvort þetta er strjálar eða samfelld breyta. Við myndum nota þetta ef þetta er samfelld breyta, sem að segja 20,5. Ef ég hefði upplýsingar það að allar tölurnar sem eru í gagnasafninu séu heilar tölur, þá eru neðri mörkin í raun og veru 21. Þá myndi ég skrifa bara 21. En þetta er allavega það sem ég geri hér. K-ið, næsta stærð, hún er raðnúmer, ég ætla að setja hérna vinstri jöfnun hérna, raðnúmer miðgildisins innan bilsins. Okay. Þannig að þið sjáið að til þess að finna L hérna áðan, þá var alveg krítískt að við værum búin að finna bilið. Þegar það kemur annað L ef þetta er í okkur öðru bili. Við getum ekki bara tekið bilið sem er í miðjunni, við þurfum að fara til safntíðninni til að finna það. Okay. L er reyndisterar 20,5. K-ið er raðnúmer miðgildisins innan bilsins. Og við finnum það með því að skoða safntíðnina og þetta raðnúmer hér. Þetta er raðnúmer miðgildisins innan alls talnasafnsins. Þannig að við horfum á
allar 12 tölurnar, þá þetta tala númer 6,5. Hins vegar ef við skoðum bara tölurnar sem eru inn á bilinu, þar sem við vitum miðgildið þar vitum við að eru 10 tölur og við vorum þegar komið með 5 tölur í bilinu á undan. Þannig að við vorum komið með samtals 5 tölur hérna í fyrstu 2 bilunum. Þannig að þegar við fyrir að skoða þessar 5 tölur sem eru í næsta bili, þá þurfum við að hugsa að við ætlum ekki að fara 6,5 tölu inn í þetta bil, við ætlum bara að fara að taka 1,5 tölu í viðbót. Þannig að það sem við gerum til að finna þetta K, við segjum jafnt og, við tökum raðnúmerið sem við reiknum út í upphafi og við drögum frá samtíðnina í næsta bili á undan. Og ítum á enter. Það þýðir raun og veru að þetta raðnúmer sem númer 6, miðgildið mæling númer 6,5 af öllu safninu, en miðgildið samt bara mæling númer 1,5 af þeim mælingum sem inn í bilinu. Það pælingin. Okay. F-ið mjög þægilegt, bæði F-ið og C mjög þægilegar tölur til að finna. F-ið tíðnin í bilinu. Það bara mjög einfalt. Þurfum ekkert að gera neitt flókið til að finna það. Þannig að við gerum bara jafnt og við smellum á tíðnina eins og hún í þessu bili. Bara F-ið úr viðkomandi bili. Okay, mjög þægilegt. Og C-ið líka tiltölulega þægilegt. Þetta bara billengdin. Þannig að við ætlum bara að nota hérna stærðin á bilinu. Og hér sjáum við að neðri mörkin hérna 21 eða 20,5. Næsta bil á eftir með neðri mörk sem þá 26 eða 25,5. Þannig að hér á milli þessara tveggja, 21 og 26, þar eru 5. Þannig að við setjum 5. Við setjum raun og veru bara hvað nær bilið yfir margar tölur. Ok. Þannig að þetta þá komnar allar lykiltölurnar sem við þurfum og þá getum við sett hérna einhver stað fyrir neðan, setjum hérna bara miðgildi og þá það bara jafnt og við förum bara eftir þessari formúlu hérna. L-ið pluss K-ið deilt með F-inu sinnum C-ið. Útkoma verður 22. Þannig að miðgildið í þessari bilskiptutíðnitöflu 22 og ég ítreka þetta leiðin sem við þurfum að fara í bilskiptingu og það gildir það sama bilskiptatíðnitöflu alveg eins og einfaldatíðnitöflu. Við megum ekki nota average eða median eða eitthvað svoleiðis til þess að reikna miðjuna í bilskiptri tíðnitöflu eða bara einfaldri tíðnitöflu, það bara alveg bannað. Þannig að ef það eina sem við höfum í höndunum eru tíðnitöflur, þá verðum við að nota þessar aðferðir en ekki innbyggðu föllin.